Nú ætlum við að róla okkur í annan hlutan af 4. kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 1, en þessi kafli fjallar ljós. Ljós breytir stefnu við að fara úr einu efni yfir í annað. Til dæmis þegar ljós fer í gegnum glerrúðu, þá breytir það örlítið stefnu, en af því að allt ljósið sem kemur inn úr rúðuna breytir eins stefnu, þá sjáum við ekkert óeðlilegt. Ef við hins vegar sjáum eitthvað, horfum á eitthvað eins og þessa stöng sem þessi maður heldur á hérna, sem liggur ofan í vatn, þá eins og hún bogni við það að fara ofan í vatnið. Við sjáum stöngin eins og hún sé hér, en hún í raun hér. Þetta vegna þess að ljósið fer aðeins hægar í gegnum vatnið af því að það þéttara, það eðlisþyngra heldur en loftið. Og þá virðist eins og stöngin bogni. Hún gerir það alls ekki. Alspeglun þegar brot, ljósbrot eins stórt og það getur orðið. Og það gerist þegar myndast 90 gráðu hot hérna á milli, þegar innfallshornið 49 gráður. Að þá speglast þetta, fer ekki upp úr vatninu, við þetta vatnsyfirborðið. Ef hornið þetta svona beint upp þá, eða því sem næst, þá fer ljósið upp úr. En ef þetta í réttu horni, þá kemur það aftur niður ljósið. Þetta kallast alspeglun, þetta nýtt til dæmis í ljósleiðara. Ljós fer ennþá hægar í gegnum gler heldur en vatnið að loft, eins og ég talaði áðan. Og við sjáum þetta þegar við sendum ljós í gegnum prisma, eins og þið sjáu hér. Ef ég hreyfi prismað eða ljósgeislan, þá breytist aðeins ljósbrotið. Og það fer eftir eiginleika prismans hversu mikið ljósið brotnar upp í litina sem það gert úr. Sjáum hérna nokkurs konar regnboga, hún sé nú frekar daufur. Ljósleiðari þráður þar sem verið að leika sér með ljós til þess að flytja gögn. Þá notuð í raun alspeglun til þess að fá ljósmerki til þess að ferðast eftir þráðum sem annarkvort hreinlegur gleri eða plasti. Og hér margir mislitir þræðir inni og þeir bera allir gögn. Og það hægt að flytja miklu meira af gögnum í gegnum ljósleiðara heldur nokkuð tíman í gegnum kóparþráð. Síðan má líka nota þetta til þess að taka upp myndir, til dæmis þegar verið að skera fólk upp eða fólk verið í magaspeglun eða ristilspeglun eða eitthvað svoleiðis. Þá ýtt niður þræði með ljósleiðara sem að lýsir upp og annar sem að tekur upp myndina sem að sést. Linsur mynda ljósbrot og það til tvenns konar linsur, annars vegar safnlinsur sem safna ljósinu saman í einn punkt og hins vegar dreifilinsur sem að dreifa úr ljósinu. Og það mynda brennipunkt hérna sitt hvorum megin og brennivídd linsunar lengdin frá miðjulinsunar að brennipunktinu. Það til margs konar sjóntæki. Stækkunargler einfaldasta sjóntækið, en myndavél annað sjóntæki sem samsett úr linsu og í linsunni ljósop, lokara sem í myndavélinni og svo myndflögu. Það voru filmur í gamla daga. Allar myndavélar svona uppbyggðar þó að þær séu misstórar sig. En þá þetta ekki hægt að vera með myndavél nema að hafa þessa hluti til staðar. Augun í okkur virka þannig að það fellur ljós inn augasteinin, hann brýtur upp ljósið, varpar myndin á hvolf hérna aftur í augnbotnin. Þar frumur sem að nema ljósið og senda skilaboð til heilans hvaða ljós að koma. Og ef augasteinin af réttri lögun, þá fellur myndin í fókus hérna fyrir á augnbotnin og við sjáum rétt. En ef að myndin fellur í fókus fyrir aftan, þá sjáum við illa, og eins ef hann fellur í fókus fyrir framan, þá við ýmist nærsýn eða fjarsýn. Þetta má laga með því að annarkvort laga augasteinin til, og þá þetta fara í svona laser-aðgerð á augasteininu sem getur lagað það ef við sjáum illa. Það má líka nota bara hreinlega gleraugu til þess að leiðrétta ljósið áður það fellur augasteinin, þannig að það sé í fókus þegar það kemur hérna inn. En
þá er þessu lokið.